Góða kvöldið, bæði þið sem eru hérna og þau sem sitja heima og kannski horfa á þetta seinna. Ég ætla að bjóða ykkur hérna fyrir hönd Geðhjálpar. Velkomin á þetta fræðslukvöld. Þetta er 7. í röðinni og við höfum alltaf verið með svona spennandi fræðsluerindi og í kvöld ætlum við að fjalla okkar heim sem Sigríður og Þórunn ætla að segja okkur frá. Táknmálstúlkur er Guðrún og Baldvin er upptökustjóri, ef ég man rétt. Bara svona áður ég gef þeim hérna stöllum orðið, þá fór ég fyrir nokkrum árum, ég held að það sé 3 ár, eða 2 maður ekki, 3 kannski, þá fór ég í stjórn Geðhjálpar og þá var Sigga varaformaður og hún fór úr stjórn Geðhjálpar til að geta sett þetta frábæra verkefni á stað. Og það var til þess að ég var varaformaður og var svo að vera nokkra vikur sem formaður. Þannig að hún er mikill áhrifavaldur í mínu lífi. Bara segja ykkur það. Heyrðu, gjörðu svo vel, segja ykkur svo frá þessu verkefni. Já, takk fyrir Ebba. Ég er Sigríður Gísladóttir og er framkvæmdastjóri okkar heims. Já, og Þórunn Edda, Sigurjónsdóttir félagsráðgjafi í okkar heimi. Já, eins og Ebba sagði þá er okkar heimur var svona lítið verkefni innan stjórnar Geðhjálpar. Og ég fór inn í stjórn Geðhjálpar fyrir nokkrum árum eftir mína eigin reynslu af því að eiga foreldri með geðsjúkdóm og langaði svona að kanna eftir að hafa upplifað svona algjört úrræðaleysi hér á landi sem bara aðstæðandi foreldris. Það langaði mig að kanna stöðu barna í dag og bara skoða hvort að eitthvað hafi breyst, eitthvað hafi bæst í þessum málaflokki. Og það tók mér ekki langa tíma að kanna þetta því að mjög fljótt komst ég að því að svo var alls ekki. Það var aðeins meiri vitund en engin úrræði í boði og bara svona einhvern veginn þessu hópur væri ekki til ennþá. Þannig að það sem gerist er að við finnum þessi samtök í Bretlandi sem heita Our Time og förum í samstarf við þau og innleiðum sérst í raun og veru okkar heim sem var bara svona lítið verkefni sem verður alltaf stærra og stærra og í febrúar 2022 eru við sjálfstætt úrræði. Þessi samtök sem ég nefni við ykkur heita Our Time og eru bresk góðgerðarsamtök sem hafa verið starfandi í yfir 22 ár. Allt okkar starf er unnið í samstarf við þau. Þau eru talsmenn fyrir þennan hóp barna og þar í landi hafa verið að berjast fyrir því að þau séu viðurkennd innan kerfis. Þau hafa þróað inngrip eða þessa fjölskyldusmiður sem við munum segja ykkur betur frá síðar fyrir þennan hóp til þess sem að byggir á því að auka seiglu þeirra og draga úr líkum á að þau þróu sjálf með sig geðrunarvanda á fullorðinsárum því að þau eru í stóraukinni hætta á því. Hugmyndafræði þeirra er byggð á aðferðum Dr. Alan Kúklin sem er geðlæknir og fjölskyldufræðingur. Og ef þið hafi áhuga á þessum hópi barna, mæli mig að googla hann, af því að hann hefur bara algjörlega helgað sitt starf þessum hópi barna og bara gefið út fjöldan allan af bókum og efni og alls konar og verið svolítið bara svona leiðandi í hugsun varðandi þennan hóp barna. Já, hvers vegna er stuðningur mikilvægt? Þetta er glæristökum alltaf, af því við erum alltaf að segja það sama, af hverju er þetta mikilvægt? Af því við erum alltaf að reyna að búa til þetta pláss fyrir þennan hóp. Við vitum auðvitað það að geðraskanir eru algengar. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin telur að tæplega 4% íbúa vestrænna landa þjást af geðheilbrigðisvanda einhvern tímann á ævinni. Svo þetta er gífurlega stór hópur. Og stór hluti af þessum hópi eru foreldrar. Bandarísk rannsókn leiddi í ljós að 68% kvenna og 57% karla glíma við geðrunarvanda sem eru foreldrar. Svipaðar tölur hafa birst í rannsóknum bæði í Bretlandi og í Ástralíu. Og við erum ekki með neina tölur hér á landi hversu stór hópur af fólki sem glímir geðrunarvanda eru foreldrar. En það er engin ástæða til að áætla að þessar tölur breytist mikið hér á landi. Það sem þetta hefur sýnt sig í nokkrum löndum nú þegar. Það er áætlað að 1 af hverjum 5 börnum eigi foreldrar með geðrunarvanda. Því miður erum við heldur ekki með tölur það á Íslandi. Þessi hópur hefur bara varla verið rannsakaður hér á landi því miður. Þannig allt sem við erum að byggja eru erlendar rannsóknir. En út frá þessum rannsóknum þá getum við áætlað það að þetta er 1 af hverjum 5 börnum hér á landi því það er engin ástæða til að áætla að það séu eitthvað færri börn hér en annars staðar. Þessi hópur barna eru 70% meira hætta á að þróa sjálf með sér vanda, fá þau ekki stuðning, búið þau með einu foreldri sem glíma við geðrunarvanda. Ef að báðir foreldrar glíma við geðrunarveikindi eru 30-50% meira líkur á að börnin þrói með sér alvarlegan geðvanda. Það er eitthvað skrítið hérna með glærurnar. Við fylgjum Hún er hérna. Já, við sjáum ekki punktar okkar. Jú.
fylgir ekki glærunni. Nei. Já. En já, það allavega afsakið. Vert að minnast á það að á Íslandi þá eiga börn sjálfstæðan rétt sem aðstandendur foreldra sem glíma við alvarleg veikindi. Og það var samþykktur svokallaður bandormur vorið 2019 þar sem voru gerðar breytingar á 6 lögum. Lögum um réttindi sjúklinga, lögum heilbrigðisstarfsmenn og barnalögum og allri skólalöggjöfinni, leik-, grunn- og framhaldsskóla. Og það var í rauninni markmið með þessum lagabreytingum var að tryggja það að fagfólk sé vakandi fyrir því ef að veikindi foreldra hafa áhrif á velferð og líðan barna. Og það sé markvisst unnið innan stofnana samfélagsins að því að kortleggja fjölskyldur og veita þeim viðeigandi stuðning þegar þarf á að halda. Þessar lagabreytingar eru auðvitað mikil réttarbót fyrir börn á Íslandi og tryggja þeim sjálfstæðan rétt bara á að fá viðeigandi ráðgjöf og stuðning í þessum kringumstæðum og í rauninni viðurkenna það að veikindi foreldra geta valdið sálrænum erfiðleikum hjá börnum, að börn hafa þörf fyrir að vera þáttakendur, fá réttar og viðeigandi upplýsingar og það sem hlusta á þau, hvað þau hafa að segja og hvernig þeim líður. Og það að við styðjum við börn í þessari stöðu að það geti fyrirbyggt sjúkdóma og stuðlað að velferð þeirra og lífsgæðum. En það þrátt fyrir þetta þá hefur því miður lítið gerst í máli þessara barna á Íslandi og enn skortir úrræði til að mæta þörfum þeirra. Og okkar heimur í rauninni eina úrræðið hér á landi, eins og staðan í dag, sem að starfar í þágu barna sem eiga foreldra með geðrænan vanda. Síðan það farsældarlögin, eða lög samþættingu þjónustu í þágu farsældra barna sem tók í gildi í janúar á síðasta ári og hafa það meginmarkmiði að stuðla að farsæld barna með því að tryggja börnum og aðstandendum þeirra snemmtækan og samþættan stuðning án hindrana og fækka þannig áföllum og erfiðum upplifunum sem að börn geta orðið fyrir á uppvaxtarárum og efla seiglu þeirra til framtíðar og þannig að þau á Íslandi eiga börn rétt á stuðningi. Síðan hafa fjölmargar rannsóknir leitt í ljós að erfiðar upplifanir og áföll í æsku geta haft neikvæð áhrif á heilsu og lífskjör fólks á fullorðinsárum ef ekkert aðhafst. Og einn þekktasta og umfangsmesta rannsókn sem hefur gerð á þessu sviði er ACE-rannsóknin sem að kannski þið hafið heyrt sem að bara þetta er langtíma rannsókn sem að var gerð í Bandaríkjunum á 9. áratug síðustu aldar og kannaði tengsl milli áfall í æsku, heilsufarstengdra og félagslegra vandamála á fullorðinsárum. Þar voru skilgreind 10 algengustu áföll sem að fólk eða erfiðar upplifanir sem fólk verður fyrir í æsku og það eru allt erfiðislega sem á sér stað í tengslum við í rauninni nákominn umönnunaraðila og á sér stað innan veggja heimilisins. Og þar er til að mynda það að búa heimili þar sem að fjölskyldumeðlimur eru að glíma við geðræn veikindi. Og þegar sá einstaklingur er foreldrið að þá eru börn í meiri hættu að verða fyrir fleiri áföllum. Þá sérstaklega ef að veikindatímabilin eru löng og veikindin eru mikil og það er lítill stuðningur í kringum fjölskylduna. Þetta veikindin geta haft mikil áhrif á fjölskyldulífið og til að mynda í fjölskyldu þar sem eru mikil veikindi þá eru hjónaskilnaðar og sambúðarslit algengari og börn geta til dæmis orðið fyrir vanrækslu eða ofbeldi ef að það eru mikil veikindi og lítill stuðningur og þau eru líka berskjölduð fyrir því þá að búa heimili þar sem er áfengis- og vímuefnavandi. Þannig að það er gefur auga leið og það er mikilvægt að þessi hópur barna er viðkvæmur og það er mikilvægt að styðja við fjölskyldur og það sé úrræði til staðar
sem grípa fjölskyldur snemma þegar upp koma erfiðleikar. En hvaða áhrif geta veikindi haft á börn? Það talað sko þessi börn það oft talað í rannsóknum að þetta eru týndu börnin. Þau einhvern veginn falla svolítið á milli, fá ekki viðeigandi þjónustu, en raddir þeirra hafa svona, þetta er mikið rannsakaður hópur síðastliðin 20-30 árin og raddir þeirra hafa fengið að berast þar og þar sjáum við að án stuðnings þá eru þau í töluverðri hættu á að verða fyrir ýmsum neikvæðum áhrifum vegna veikinda foreldra sinna. Það sem getur gerst inn á heimilum, það sem eru mikil veikindi að það verður ákveðin svona hlutverkaruglingur, þar sem barn fer inn í ábyrgðarhlutverk og þarf svona að tekur að sér hlutverk sem kannski undir venjulegum kringumstæðum væri í höndum fullorðinnar manneskju inn á heimilinu og sum börn lýsa því að vera í umönnunarhlutverki gagnvart foreldri sínu, þar sem að þau eru að gera til að mynda veita foreldrinu tilfinningalega umönnun, gæta þess hugga það, hlusta á það, vera til staða fyrir það tilfinningalega og gæta þess þegar það sjálfum sér öðrum hættulegt og þau geta oft eru þau líka bara svona halda utan heimilið, sinna alls konar heimilisverkum, gæta yngri systkina. Þannig að það svona þau eru í hættu á að ganga inn í mikil ábyrgðarhlutverk heima. Það sem börn segja að þau upplifa oft svona mikla ábyrgðartilfinningu í þessari stöðu, sterka ábyrgðartilfinningu og þau finnst þau jafnvel bera ábyrgð á líðan foreldrisins og velferð þess og þau halda oft þessi Superman. Þau ætla bara að laga þetta og gera allt sem þau geta til þess að hjálpa foreldrunum líða betur og gera ýmislegt svona til þess að reyna það og svo geta þau upplifað það er algengt að þau upplifi sektarkennd og svona sjálfsásakanir þegar þau sjá að þau geta ekki stýrt aðstæðum eða læknað foreldrið sem náttúrulega eitthvað sem þau eru ekki að fara að gera en þau halda það oft. Það getur svona líka skapað svona miklar áhyggjur hjá barni ef veikindin eru mikil og þar skiptir svo miklu máli að tala saman og það sé samtal heima það sem að gerast og barni fái útskýringar á það sem að gerast hjá foreldrinu þannig að því að börn geta svona þau sjá heiminn svolítið í gegnum sjálfan sig. Allt gott sem gerist og allt slæmt sem gerist. Þau bara halda að það sé út af þeim. Þannig að þau geta fara að draga alls konar ályktanir ef að þau fá ekki viðeigandi upplýsingar. Að þá er hættu því að þau fari bara að fylla í eyðurnar. Og þá geta skapast alls konar hugsanavillur sem að auðvelt að kveða niður bara með samtali. En það sem að hefur komið fram í rannsóknum líka að margar fjölskyldur upplifa að svona finnst erfitt að tala þetta sem bara mjög skiljanlegt og foreldrar lýsa því að finnst oft erfitt að koma orðum á þetta, hvaða venda barnið. Já, það er svona oft. Þetta sé leiðin. Já, það er oft foreldrar kannski vilja hlífa barninu við erfiðleikum og svona halda kannski með því að tala ekki þetta þá getum við sér barnið ekki eða skynja barnið ekki það sem að gerast en við vitum það að börn skynja mun meira en við höldum og það er mjög mikilvægt að bjóða þeim upp á samtalið og þau fái upplýsingar. Börn bregðast auðvitað mjög mismunandi við aðstæðum. Það getur verið, þau geta
Fengið dreigja 10 í sig- öllu og Já, þau geta fullkomin. dreigið sig í hlé og svona læst með frá veggjum og vilja ekki draga neina athygli að sér, meðan önnur verða svona kannski svona acting out hegðun, svona uppreisnargjarnari, þannig að það er svona mikilvægt kannski að horfa til svona allra öfga í hegðun hjá börnum, að það geti gefið vísbendingu að það sé kannski eitthvað að angra það og að því líði ekki vel. Og eins og við tölum áðan með ábyrgðin á heimilinu, að sum börn sem eru í ábyrgðarhlutverkum heima vegna veikinda foreldra, að þau eru oft svolítið bundin heimilinu. Að þeim finnst kannski erfitt að slíta sig frá, af því þá vita þau ekki hvað er í gangi hjá mömmu eða pappa, eða bara eru að sinna bara stórum hlutverkum heima, þau geta síður slitist frá heimilinu og þetta getur skert tækifæri þeirra félagslega og námslega og bara að vera börn og áhyggjulaus börn. Veikindin geta líka haft áhrif á tengsl foreldris og barns. Sérstaklega veikindin mikil og það getur svona skapast ákveðin fjarlægð eða rof, sérstaklega þegar foreldrið í veikindum og getur þá ekki þá stundina sinnt foreldrahlutverkinu eins og venjulega. Og svo það líka oft geta myndast svona ákveðin klessutengsl þar sem að barnið fer í svona hegðun að reyna að viðhalda að skapa nánd við foreldrið með því jafnvel að samþykkja hegðun þess eða dragast inn í einkenni veikindana, samþykkja ranghugmyndir eða annað. Þannig að það þarna bara mjög mikilvægt fjölskyldur að tala saman það sem í gangi og auðvitað geta foreldrar ekki alltaf verið 100%, það bara svoleiðis þegar veikindin banka upp á og að geta þá fundið einhverja leiðir til þess að svona viðhalda nánd og segja við barnið allavega að þetta ekki þér að kenna og núna er ég lasin en það ekkert sem þú gerðir og ég elska þig en við förum bara í gegnum þetta tímabil saman og það getum sagt eitthvað betur frá því eftir eins og í smiðjunum okkar að þetta svona það sem að mesti munurinn sem að foreldrar lýsa eftir að koma í smiðjurnar að sýna sér geta sýnt sér meira mildi þegar veikindin banka upp á að það bara, maður getur ekki alltaf sinnt öllu og stundum taka veikindin yfir og þá eru fjölskyldan búin einhvern veginn að gera eitthvað krísuplan og það eru aðrir sem að koma og styðja og halda utan um barnið og barnið veit líka hvað í gangi og það einhvern veginn þetta með samtalinu að þá svona treysta börn því að þetta ekki þau halda ofta að þetta sé þeim að kenna hvernig foreldrinu líður. Og líka fullvissa þau að foreldri sé að gera allt sjálf til þess að fá, að líða betur. Af því annars halda þau kannski að þau sé að fara að laga það. Það segir bara ég að gera allt sem ég get, taka ábyrgð á þau sjálf. Já. Það mjög mikilvægt fyrir þau að heyra það. Já. Og það mjög misjafnt hversu svona mikið á dýptinu börn vilja fara í þessu samtali. Sum vilja bara ræða þetta alveg allan hringinn og en önnur börn vilja kannski meira bara svona praktískar upplýsingar, nákvæmlega bara hvað foreldri að gera til að ná bata og svona sirka hvað tekur langa tíma að ná bata og geta útskýrt fyrir þeim að bara segja þeim bara satt og rétt að þetta getur tekið kannski langan tíma en ég að gera þetta til þess að þér líða betur og eitthvað sem þú þarft. Mikilvægt að vera hreinskilinn og jákvæður. Já. Ekki vera að gera lítið úr erfiðleikunum en vera samt jákvæður upp á að við getum farið að líða betur og líf okkar getur verið betra og svoleiðis. Halda alltaf í jákvæðina í samtalinu við barnið. Og þetta auðvitað og síðan kannski til dæmis eins og þegar foreldri fer í innlögn að þá geta að vera meðvitaður það að börn geta upplifað ákveðna aðskilnaðarkvíða eða jafnvel höfnunartilfinningu og þau börn sem kannski í miklu ummunar hlutverki gagnvart foreldri sínu upplifa kannski hlutverkamissi eða finnst
erfitt að vera ekki með foreldri sínu, að vita ekki hvað er í gangi og þarna skiptir svo ótrúlega miklu máli líka að gefa þeim upplýsingar. Að hér að foreldri er hérna, hvað þetta mun cirka taka langan tíma og það er hérna, það er verið að gæta foreldrisins og hérna gera allt til þess að hjálpa því að hérna ná bata. En það er margt hægt að gera til þess að hérna koma í veg fyrir að þau verði fyrir neikvæðum áhrifum og með viðeigandi stuðning. Við erum alveg búin að liggja í neikvæðinu. Já, þetta er ekki svo neikvætt, margt hægt að gera. Þetta er í rauninni bara þegar það er engin stuðningur. Já. En hérna, fái börn viðeigandi stuðning í þessum kringumstæðum og fjölskyldur þeirra, að þá getur þetta bara, þessi reynsla bara styrkt þau. Þau, þú veist, hérna geta, í rannsóknum hafa til dæmis sýnt að börn í þessari stöðu þróa með sér alls konar frábæra styrkleika ef þau fá stuðning í gegnum þetta. Þau lýsa til dæmis að, hérna, að þróa með sér, svona meira þakklæti til lífsins, umburðarlyndi. meira samkennd til annarra og þannig að það er líka til jákvæð áhrif. En það er allt hvernig aðstæðunar eru sem barnið er í. Já. Og það sem rannsóknir sýna að er verndandi í lífi barna sem eiga foreldra með, hérna, sem eru að glíma við geðræn veikindi er að þau hafi aðgang að öruggu umhverfi. Þar sem þau fá tækifæri til að geta losnað undan áhyggjum og ábyrgð ef þau eru í mikilli ábyrgð og fá tækifæri til að vera börn og gera hluti sem þeim finnst skemmtilegt. Og það er eins og vorum að tala með ábyrgðina heima. Það er allt til að hjálpa til, en þegar það er orðið það mikið að það er farið að skerða tækifærið þín til þess að bara hérna hitta vini og hérna vera í tómstundum og gera það sem hérna skiptir máli fyrir þau, að þá er það farið að hafa neikvæð áhrif. Og það er mjög verndandi fyrir þau að geta hérna fengið tækifæri til að tengjast öðrum börnum sem er í svipaðri stöðu, upplifa að þau eru ekki ein í heiminum. Af því þau halda mjög oft að þau séu ein í heiminum. Það er kannski bara af því það er ekkert mikið talað um þetta. Við sjáum að ef þetta er 1 af hverju 5 börnum í Íslandi, hvað þetta eru mörg börn í einum skóla. Já. En það talar enginn um þetta í skólanum. Og svo segir maður við barnið, það eru örugglega einhverjir í skólanum þínum. Nei, það er enginn að tala um þetta. En þetta er bara stór hópur, þetta er bara algengt. Já. Þannig að það er rosalega dýrmætt fyrir þau að hitta önnur börn sem er stöðu. Já. Og það er bara mjög áberandi í rannsóknum að þau eru að upplifa sig ein. Og það að þau einmitt fá tækifæri til þess að tala geðsjúkdóma, læra, fræðast og í þessu að þau geti stigið fram og beðið aðstoð þegar þau þurfa að halda, að þau treysti umhverfinu. Og það skiptir, eins og við höfum talað núna, gríðarlega miklu máli að þau fái góðar útskýringar á hvað er að hrjá foreldrið og svona hvað hérna valideringu líka á þeim tilfinningu sem að þau kannski upplifa í þessum aðstæðum. Það er eðlilegt að upplifa alls konar tilfinningar og oft hræðast þau líka svolítið eigið tilfinningalíf. Þau hræðast tilfinningar sem koma upp og hérna geta upplifa sektarkennd að líða, alls konar. Fela oft kannski ef þeim líður illa, vil ekki hafa neikvæð áhrif á foreldrið, er að reyna að venda foreldrið frá því þannig að oft geta orðið bara mjög ótengd sínum eigin tilfinningum. Það bæðið einmitt að þau hræðast svolítið þessar eðlilegu sveiflur, svona ups and downs sem að við öll upplifum og það svona getur ofta vakið ótta hjá þeim að þau séu jafnvel að verða líka veik eða það geta komið upp alls konar hugsanir hjá þeim og það er svo mikilvægt að mæta þeim og tala við þau og útskýra. Og líka eins og Sigríður sagði að þau eru hrædd líka við að sýna tilfinningar því þau eru oft svolítið svona að reyna að passa aðra í kringum sig og eru hrædd að það kannski hafi áhrif á aðra að þau sýni erfiðar tilfinningar. En já, þetta hjálpar þeim að bara upplifa meiri stjórn á aðstæðum sínum, að fá upplýsingar og getur komið í veg fyrir alls konar misskilning sem getur skapast og rugling og svona þessar sjálfsásakanir sem
þau upplifa oft og hjálpar þeim að svona gera greinarmun líka á milli bara hugsunum og hegðun foreldris síns sem að eru svona, þú veist, bara hluti af lífinu og sem eru birtingarmynd af veikindunum, en ná svolítið að greina þann á milli. Það er kannski líka mikilvægt í þessari útskýringaglæru að þetta er ekki eitt samtal yfirleitt þegar það verið að útskýra fyrir barni eitthvað svona, þetta er langtíma samtal og í raun og veru koma oft bara upp nýja spurningar eftir á hverju þroskastigi eitthvað gerist og meira sér oft fyrstu skipti sem þetta er rætt við barn þá kannski hefur það engan áhuga á samtalinu. Þannig að þetta er langtíma að eiga þetta samtal við barn að útskýra þetta. Og með tímanum þegar fjölskyldur eru að byrja að opna á þetta samtal að, að þetta slípast, fjölskyldur styrkjast í þessu samtali og með tímanum verða til hugtök og orð sem að fjölskyldunni finnst gott að nota og finnst hjálplegt og svona, já, skýra þetta vel, það sem að áskorunni sem að þau eru að gangi í gegnum. Þannig að það þarf bara að gefa þessu samtali tíma og líka einmitt að börnin viti bara að þau geti leita til foreldra sinna eða annara og spurt spurninga þegar þau vilja. Þetta þarf að vera svolítið á þeirra forsendum að þau upplifi að það má spyrja og segja hvernig manni líður. Síðan er það svona þriðji þátturinn að það er að þau hafi einhvern fullorðinn aðila í lífi sínu, einhvern fullorðinn aðila í sínu lífi sem þau geta leita til þegar uppkoma erfiðleikar. Einn fullorðinn einstaklingur sem sér, skilur og hlustar á barnið getur breytt lífið þess og haft afdrifarík áhrif á hvernig barnin vegnar í framtíðinni. Þetta getur í rauninni verið hver sem er. Þetta getur verið ykkur í skólanum þeirra, ykkur í foreldri, vina, nágranni, afi eða amma. Í rauninni hver sem er og við getum öll verið þessi aðili. Þeim finnst oft gott að þetta sé kannski aðili sem er ekki flæktur inn í allar tilfinningarnar sem er í fjölskyldunni. Eitthvað svona kannski meira hlutlaus. Já. En okkur langar núna aðeins að segja ykkur frá því sem við erum að gera í okkar heimi. Já, við sem sagt, svona yfirlit yfir starfið okkar og það sem við höfum verið að gera. Við erum sem sagt með fræðslusíðu okkarheima.is sem er fyrir börn í þessu stöðu, börn bara og fjölskyldur til þess að eiga þetta samtal geðræn veikindi. Við erum með fjölskyldusmiðju fyrir börn og foreldra sem við segjum ykkur betur frá eftir smá og þær fóru á staðsest í september 2021 og hafa verið haldnar mánaðarlega síðan. Svo erum við skólaáræði sem er svona tilraunaverkefni sem við hófum síðastliðið haust og er svona okkar fyrsta skref inn í skólakerfið af því við vitum að það er mjög mikilvægt að skapa þetta styðjandi umhverfi þar. Við erum búin að vera í samstarfi í geðþjónustu Landspítalans en þar set ég í vinnuhópi sem vinnur á bættri þjónustu við aðstandendur og höfum svona verið í samstarfsverkefni með Landspítalanum núna frá janúar með svona vitundavakningu og fræðslu fyrir starfsfólk. Já, hér er sem sagt þeir sem eru á bak við okkar heim, það er sem sagt við Þórunn, svo erum við með leiklistakennara sem heitir Bergdís Júlía Jóhannsdóttir og það er hún sem að sér barnastarfi hjá okkur í fjölskyldusmiðunum og við byggjum barnastarfi mjög mikið á leiklist og leikjum. Þetta er ekki svona eins og við tvær standandi hér að halda fyrirlestir, þetta á að vera gaman. Þetta notast við svona, já, leiklist sem svona tól til tjáningar og við getum útskýrt það betur aðeins eftir. Svo erum við með 3 sjálfboðaliða og allt heimið er búið að fara í gegnum þjálfun á þessari hugmyndafræði og þegar við fórum af stað með þetta verkefni innan Geðhjálpar, bara alveg í byrjun, þá settum við saman stýrihóp til þess að svona hjálpa okkur við innleiðingu á verkefninu og svona stýra okkur svolítið áfram og það er aðilar frá skóla- og frístundarsviði, velferðarsviði Reykjavíkurborgar, Berginu Headspace, Landspítalanum og Geðhjálp. Svo er það okkar nálgun og það eru þessar 3 stoðir sem að rannsókn hafa sýnt að hjálpa við að byggja upp seiglu hjá börnum sem eiga foreldra með geðrænavanda að þau áttu sig ekki eini í þessari stöðu, fá útskýringu á vanda foreldris og þau hafa aðgang að fullorðnum aðila sem er treyst og geta að tala við. Fjölskyldusmiðjurnar hér á Íslandi eru náttúrulega frekar nýlegar, þannig að það er ekki mikið rannsakaðar hjá okkur, en þær hafa verið starfræktar erlendis til fjölda ára, náttúrulega í Bretland, þar sem þessi samtöku er, en einnig hafa verið innleiddar í Þýskaland og Spáni og hafa verið svona rannsakar og metin árangur af þeim. Og það sem það hefur sýnt fram er að auka skilning á geðrænum vanda
auka sjálfstraust bæði hjá börnum og foreldrum. Af því að við vitum líka bara í hvernig samfélagi við búum og það fylgir oft gífurlega mikið skömm að vera foreldri og glíma við geðrænveikindi. Þannig að smiðjurnar hafa líka sýnt fram á það að auka þeirra sjálfstraust og við segjum ykkur betur fyrir foreldrahópnum eftir að það byggir mjög mikið bara á jafningjastuðningi á milli foreldra. Hefur sýnt fram á að bæta sambönd á milli foreldra og barna og draga úr hræðslu, skömm og félagslegri einangrun. Hér svona yfirlit yfir að því okkur langar aðeins að fara dýpra inn í fjölskyldusmiðjurnar og segja ykkur betur frá því. Þetta sérst fyrir börn og foreldra en það ekki háð því að foreldrar sem glíma við veikindin komi. Auðvitað það alltaf best en þetta háð því að einhver fullorðinn aðili komi með barninu. Og það getur verið frænka, frændi, afi eða amma foreldrar sem glímir ekki við veikindin að sé einhver aðili sem mæti með því. Við höfum líka við erum með börn sem hafa mætt ein en þá það alltaf í samstarfi við einhvern fullorðinn aðila í þeirra lífi. Af því við reynum alltaf að gera allt til að börnin geti mætt. Og ef að til dæmis vegna veikinda foreldri getur ekki mætt ákveðin tíma í nokkrar smiðjur að þá bjóðum við upp á þá þjónustu að börnin geta mætt ein og við sækjum þau og skuldum þeim heim. Þannig að þetta haldið mánaðarlega eftir skóla í 2,5 klukkustund og við miðum við alltaf 10 fjölskyldur í hverju fjölskyldusmið og það mjög breytilegt stærð hópsins þar sem bara fjölskyldur mjög stórar en þetta getur alveg orðið stór hópur. Þetta fjölskyldum að kostnaðarlausu og fyrst og fremst þetta stuðningur en ekki meðferð og það sem frá byrjun þegar við fórum að stað með þetta verkefni var okkur ótrúlega mikilvægt að þetta langtíma stuðningur. Ekki stuðningur sem að fjölskyldur geta leitað í kannski 5 skipti, heldur stuðningur sem það geta leitað í eins lengi og þau telja þörf á. Þannig að þetta langtíma stuðningur og við vonumst til þess að geta haldið því áfram. Já, af því veikindi koma og fara og stuðningurinn þarf að vera til staðar þegar fjölskyldur þurfa á að halda. Líka eins og Sigríður nefndi áðan að þá geta komið upp nýjar spurningar á ólíkum þroskaskeiðum hjá börnum. Að fjölskylda getur til þess að vera mæti smiðjuna í einhvern tíma, síðan kannski tekur við góðu tími, batatímabil og fjölskyldan telur ekki þörf á að vera í smiðjunum eða bara þau eru bara búin að svara allum spurningunum, orðin mettuð. En svo geta komið upp nýjar vangaveltur og nýjar spurningar á unglingsárum. Þannig að það mjög mikilvægt að fjölskyldur geti leitað aftur eða það komið upp nýjar áskoranir eða bara. Og það mjög auðvelt að sækja hjá okkur, það bara okkarheimi.is, þetta þarf ekki að fara gegnum einhvern fagaðila sem að sendi tilvísun, þannig að það eiga bara vonandi sem flestir að hafa aðgengi að því. Og við erum að vinna með viðurkennd fræðslefni aðferðir frá þessum samtökum í Bretlandi. Og mikilvægasti punkturinn á þessari glæru áhersla á að skapa samfélag og það fyrst og fremst það sem starfi okkur snýst það að skapa samfélag af fjölskyldu sem eru að glíma við svipaðar aðstæður og það svolítið svona að byrja að mótast hjá okkur af því það núna komið það langur tími sinni við opnum smiðjurnar. Þetta svona beinagrindin? Þetta beinagrindin sem verður einhvern tímann íslenskuð og kannski gert aðeins skemmtilegri en okkur langaði rosalega að sýna ykkur bara svona hvernig það virkar því ofta svolítið erfitt að útskýra fjölskyldusmiðjur án þess að hafa bara þessa mynd. En þetta sem sagt 2,5 klukkustund og hvert einasta atriði á þessari mynd útpælt og hver einasta mínúta og við höfum stundum eitthvað aðeins verið að pröfa okkur áfram og haldið að við getum gert það betur en þau úti en það hefur alveg sýnt sig að við höfum ekkert að vera að færa neitt til. Við förum bara eftir þessu. Bara þegar það eru ákveðnar mínútur í hvern og einn þátt og þá er bara mínúta yfir og þá finnum við það bara. Já, það er alveg þannig. En þetta sérst þannig að við hittumst fyrst öll saman og erum öllur hópurinn saman og í hverja einustu fjölskyldusmiðju þá erum við að vinna út frá einhverju þema. Og þá eitthvað þema sem tengist því að vera í fjölskyldu þar sem foreldri glímir við veikindi. Og það getur verið bara mjög fjölbreytt, svona sem dæmi þá við tekið fyrir skólan, við höfum tekið fyrir mörk, við höfum tekið fyrir tilfinningar, rætt almennt geðrænvanda, þannig við bara tekið rosalega margt fyrir. Og þetta svona þráðurinn í smiðjun okkar, þannig allt sem við erum að gera í þeirri smiðju svolítið út frá þessu þema. Og við erum alltaf að byrja öll saman, alla fjölskyldurnar saman og í leikjum og vinna einhver svona verkefni saman. Og svo skiptum við alltaf hópnum í 20 klukkustund, þá eru fara foreldrarnir sér með Þórunni í svona umræðuhóp sem að byggist mikið á jafningjastuðningi. Og á meðan fara börnin með Bergdísi leiklistakennarinn okkar og fara í svona barnasmiðjuna hjá okkur og í barnasmiðjunni þá erum við að vinna með þetta þema
og nýtum alls konar leiki og leiklist til þess að vinna með það. Og það er alltaf mikið stuð í barnasmiðjunni, en í þessari barnasmiðju þá eru þau að búa til svona stutt leiklistaratri, stuttmynd eða eitthvað svoleiðis til þess að sýna foreldrunum í lokin. Og það sem þetta hefur sýnt sig, þessi aðferð að börn séu að fara í hlutverk, það er ekki þessi berskjöldun. Þannig að það er ekki barn eitt á móti fagaðila að segja hvað það er að upplifa, heldur það bara í karakterinn, í hóp, og þetta er ekki þessi berskjöldun, en þau fá samt þessa tjáningu á upplifun sinni. Og þau kannski hópast, þau eru kannski mörg saman í hóp að búa til karakter að söguþráð og fá það tækifæri til að tína úr eigin reynslubanka og líka skáldskap og alls konar og allt fyrir eitt hrærigraut og svo sameinumst við utan þetta og tölum það. Og það er ekki berskjaldandi. Nei. Það er svona tilgangur með því. Og mikilvægasti hlutin af þessu er náttúrulega þegar við borðum pítsu. Það hefur sýnt sig að börnin hlakka mest til þess að fá pítsuna, en það er ekki pítsan, en það er samt þetta andrúmsloft. Vitið, þetta er notalega andrúmsloft þar sem við borðum bara saman og við notalega stund saman. Það er fátt sem tengir fólk meira en að borða saman. Já. Það er eitthvað, við náum einhvern veginn að vera að setja saman og eiga þessa stund og hún er mjög dýrmæt. Já. Og svo í lokin sýna börnin foreldrunum sínum þessa stuttmyndi þetta atriði sem þau hafa tekið upp og það út frá því koma svona allskyns umræður út frá þessu þema. Sömuleiðis deila foreldrar einhverju sem þeir hafa talað þannig að það sé líka báðir hópar deila. Og kannski bara, með foreldrahópinn þá er þetta í rauninni, mitt hlutverk er í rauninni bara svona að hjálpa, veita öllum tækifæri til að tjá sig og henda inn umræðuboltum og líka svolítið að beina umræðinni inn á barninu. Hvernig þegar við erum að ræða alls kyns hluti, hvernig ætli barnið upplifi þetta eða sjáu þessa hluti eða hvað ætli barnið sé að hugsa. Þannig að það er svona, en þetta er bara ótrúlega flottur hópur og rosalegu máttur í því að mæta öðrum sem eru að upplifa svipaða hluti. Og það er kannski fínt, svo ég haldi áfram með þetta foreldra, en að því við erum svo mikið að tala að börn fá ekki stuðning og hvað kerfi okkar er gallað á þennan hátt, en það er samt líka mjög mikið þegar kemur að foreldrunum. Og það við höfum séð það rosalega mikið í okkar starfi að það skortir ekki bara stuðning fyrir börnin en líka bara foreldri. Þegar þú sem foreldri veikist að geðrænum veikindum, hvað grípur þig? Ekki neitt, af því þá ertu orðinn sjúklingur. En þú ert fyrst og fremst foreldri, þannig að það sem við erum að reyna að skapa í þessu rými er í raun og bara foreldrastuðningur, þar sem þú ert að glíma með veikindi. Og það bara er mjög vel hægt að þú veist, eiga gott og innræðslegt drífðurátt með að maður greinist með geðsjúkdóm og vel hægt að sinna foreldrahlutverkinu. En það er bara einhvern veginn skömmin sem að margir foreldrar upplifa og vanmátt og sektarkennd í hlutverkinu. Og foreldrar hafa lýst því að einmitt sýna sig meira mildi eftir að taka þátt í smiðunum. Hér er svona smá, þetta var 2 viðtalsrannsóknir sem voru gerðar í félagsráðgjafadeildinni. Þeir meistaranemar í félagsráðgjöf sem tóku viðtöl við foreldra og börn í fjölskyldusmiðunum hérna á Íslandi og okkur langaði bara að sýna ykkur þar sem að Efstu punkturinn er foreldri og það styður svolítið það sem er að ræða. Mestu fordómarnir voru hjá manni sjálfum bara, þessar hugsanir hafa minnkað. Maður er ekki ennþá að dæma sjálfa sig svona hart. Og svo er annar punktur að barnalæknin hennar er búin að vera að prófa alls konar lyf fyrir hana, en það er einhvern veginn ekkert gengið. Þú veist bara kvíðalyf, þunglyndislyf, ADHD-lyf og bara alls konar. Og núna er hún búin að vera lyfjalaus í bráðum 10 mánuði. Þetta okkar heimur, hún er bara allt annað barn. Kannski er það bara það sem hún þurfti þessar smiðjur. Og þetta er rosalega mikilvæg frásögn. Að þarna kannski þurfti líka bara að skoða aðeins hvað stuðning hún var að fá í þessu hlutverki að eiga foreldri sem er að glíma við veikindi. Kannski var þessi erfiðleika sem hún er að glíma við svona birtingarmynd af erfiðum aðstæðum eða að hún fái tækifæri til þess að hitta henni börn og fá viðeigandi upplýsingar. Að þau einmitt halda oft þessu ein. Eitt barni segi ég svolítið hissa, ég held fyrst ég var eina sem ætti pappa með svona dótar í. En svo þegar ég var komin var ég mjög glöð þegar ég svona vildi vita hver átti svona og sumir átti mömmu, sumir átti pappa og sumir bæði og ég átti glöð að vita að það er það sama. Þetta er risastórt fyrir börn að upplifa sig að þau tilheyri stórum hópi.
Og neðsti punktur var þegar barnið var spurt hvað stuðning henni þætti að börn í þessu stöði að fá. Þá sagði barnið þau myndu fá mjög mikið af ást og þau myndu vita meira. Ég er þannig krakki sem vil fá að vita allt saman. Ef einhver er búinn að segja mér þá vil ég vita meira og meira og meira. Ég er þannig. Það staðfestir svolítið þetta með að útskýra veikindin og þau skilja betur aðstæður sínar. Okkur langar rétt að fara inn í skóla eða stuðning í skólum, verkefni sem að ég sagði okkur frá áðan. Við fórum á stað í Laugalækjarskóla síðastliðið haust og með svona lítið tilraunaverkefni til þess að í raun og veru vinna að í raun og veru bættu umhverfi í skólanum sem er svona styðjandi umhverfi fyrir þennan hóp barna. Þetta er samstarfsverkefni sem að við erum að vinna með unnum með Þýskaland og Spáni undir handleiðslu þessara samtaka í Bretlandi og eru núna að hefja tilraunaverkefni númer 2, þá bætist við annað land sem er Austurríki og eru öll löndin að fara í einn skóla í hverju landi og meta í raun og veru árangurinn af því að bæði það sem felst í þessu verkefni er stuðningur fyrir starfsfólk skólans, bæði bara vitundavakning, útskýring á birtingarmynd, hvernig er þetta stiðvinna hóp og svo vitundavakning fyrir nemendur og kennslustundir. Þannig að við erum að reyna svona hægt og rólega að fara inn í skólakerfið því það er varla talað þetta þar. Þannig að við viljum, því við erum að tala þessa fjölskyldusmiður og eins og þið heyrðu það er háð því að einhver foreldri, einhver fullorðinn aðili fari með barni. En það er ekki alltaf þannig. Þannig að svolítið okkar leið til þess að mæta þeim hópi sem kannski hefur ekki þær aðstæður er að fara inn í skólan. Þannig að það er okkur mjög mikilvægt og við ætlum auðvitað að fara í alla skóla á Íslandi. Og sérstaklega það sem eitt af stærstu verndandi þáttum í lífi þessara barna er að hafa aðgang að öruggu umhverfi. Skólinn er alveg rosalega mikilvægur þar, að skólinn sé griðastaður fyrir börn. Og rannsóknir sýna það að þegar að skólinn hefur verið griðastaður hjá þeim, þá leitaðu rosalega mikið þangað og það eru rosalega þakklátt fyrir skólann sinn. Þannig að það er gífurlega mikilvægt. Ég vildi bara rétt fara inn á fræðslusýna sem ég sagði ykkur áðan. Þessi síða var sett af stað líka til að kannski mæta hópi sem hefur ekki tækifæri á að koma í fjölskyldusmiðjurnar. Þessi hugmynd spratt upp hjá mér þegar ég var unglingur að googla mental illness og reyna að finna út hvað var að mömmu og fann bara einhver svona fræðigreinar og mér bara vantaði svo rosalega að fá auðveldar útskýringar. Mér vantaði svo að skilja hvað var að gerast og hvað ég ætti að gera og þá fórum við hjá Geðhjálp að þróa þessa heimasíðu sem er ætluð börnum í þessari stöðu og inn á þessari síðu eru alls kyns myndbönd, við erum með svona aldursskiptar útskýringar, það eru líka bæklingar sem hægt að nýta eða foreldrar leggst inn á geðdeild og einnig hægt að skrá sig í fjölskyldusmiðjurnar okkar og við erum alltaf að vinna að meira efni þannig að þessi síða verður stærri og stærri og stærri. Eigum við að sýna myndbandið í lokin? Já, við náðum því. Okkur langar rosa mikið að sýna þetta myndband. Það er aðgengilegt á vefsíðunni okkar og er nýjasta framleiðslan okkar. Þetta er fíllinn í herberginu og þar er fíllinn notað sem svona myndlíking í raun og veru á veikindi foreldris og fjallar svolítið hvernig barn upplifir þegar að foreldri veikist. Pabbi minn er með geðsjúkdóm. Það er svipað að hafa stóran fíl í herberginu sem enginn talar um. Til að byrja með vissi ég varla hvað væri í gangi. Svo fór margt einkennilegt að gerast. Hvað eftir annað. Einn morguninn vaknaði ég eldsnemma af því ég heyrði í pabba fyrir utan. Hann stóð út á götu og fíllinn við hliðina á honum. Mamma virtist ekki ánægð með þetta. Ekki heldur nágrannarnir. Það truflaði hann samt ekki neitt. Daginn eftir minntist mamma ekki á þetta. Ég hugsaði, kannski er allt orðið eðlilegt aftur. En þegar ég ætlaði að kveðja pabba, tók hann varla eftir mér. Ég sagði engum í skólanum frá því sem hafði gerst. Ég vildi að hann hyrfi. En það gerðist ekki.
Eftir þetta vissi maður aldrei hvað myndi gerast. Hann hélt vöku fyrir pappa á nóttunni, en stundum leyfði honum ekki að fara á fætur. Stundum var hann spenntur og með læti að ástæðulausu. Stundum lét hann okkur í friði, en við vissum aldrei hvenær hann kæmi aftur. Fólk sá hann ekki alltaf, en þegar það sá hann var eins og þau sæi ekkert annað. Stundum spurðu vinir mínir hvernig pabbi hefði það. Þá sagði ég að hann hefði það fínt, svo við gætum talað eitthvað annað. Ég vildi láta sem ekkert væri að. En því minna sem við myndumst á hann, þeim mun stærri varð hann. Og það var eins og að við gætum ekki losnað við hann. Mömmu fannst þetta greinilega erfitt. Þetta gat ekki gengið svona. Hún talaði við pappa og hringdi nokkur símtöl. Ég varð að vita hvað væri í gangi. Við settumst við eldhúsborðið og spjölluðum saman. Hún sagðist hafa pantað tíma fyrir pappa. Þau ætluðu að tala við lækna sem vissu meira þetta. Ég mátti fara með þeim ef ég vildi. Hún sagði að líklega myndi sjúkdómurinn ekki hverfa alveg, en að fjölskyldan þyrfti að læra að lifa með honum til að geta haldið áfram. Mamma sagði að þetta væri alls ekki mér að kenna og að pabbi elskaði mig ennþá. Við mamma vorum bara 2 saman tíma af því að pabbi var á spítalanum. Hann kom heim eftir nokkra vikur og allt var miklu betra en það var. Nú tölum við saman sjúkdóminn sem pabbi með. Ég hef meira að segja sagt bestu vinkonu minni frá þessu. Þá hef ég einhverju til að tala við ef ég verð áhyggjufull. Geðsjúkdómur pappa birtist öðru hvoru, en nú erum við betri að þekkja einkennin strax og kunnum að bregðast við sem fjölskylda. Þannig okkur bara þakka kærlega fyrir. Einhverjar spurningar í lokin? Ég ætla að nota einu tækifæri, Já. því ég á að loka þessu, kærlega fyrir. Og meðan þið eru að hugsa ykkur hvort þið viljið spyrja eitthvað, þá ætla ég að nota tækifærið og spyrja fyrstu spurninga. Það var uppáhaldsglærurnar hjá okkur. Já. Þá var dálítið há prósenta af foreldrum sem var að kljást við einhvers konar geðrænar áskoranir, miðað við 1 af 4 hverjum 4. Já. Og svo því ég heyrði ykkur tala að þið var að fara inn í skóla og svona, nú mikið svona sett á oddinn að vinna fyrirbyggjandi. Sjáið þið að svona verkefni getur orðið hluta námskrá? Svo þetta, að því mér finnst þetta eiga að vera dálítið almennt og það var kannski ekki endilega að tala geðheldur bara langvarandi veikindi foreldra. Fíllinn sko í herbygginu. Og hvernig sjáu þið það fyrir ykkur ef það væri hægt? Af því ég held að við ættum að reyna að ná til ennþá stærri hóps sem forvörð sko. Já, ég er alveg sammála því og ég held að við getum aldrei ætlast til þess að börn í skólum tali við einhvern eða leiti til einhvers ef við sköpum ekki þetta samfélag innan skólans. Og þetta er það ekki nóg að við fyrum einu sinni inn og ætlum að breyta menningu skólans. Þetta þarf að koma inn í einhvers konar kennslu sem er alltaf og þetta er langtíma verkefni. Að breyta þessu, það er bara eins og okkar heimur að breyta samfélaginu. Við erum bara með samfélagi sem er ríkjandi fordómar, sérstaklega ef þú ert foreldri og ef þú ert barn þess, þá ertu yfirleitt ekki að fara að segja frá. Þannig að þetta er langtíma verkefni og við erum rétt að byrja í því. Já, en þetta á algjörlega heima eins og í lífsleikni og það tekur tíma einmitt að breyta umhverfinu og þessi viðhorfsbreyting eigi sér stað. En umhverfið þannig að börn stígi fram og treysti samtalinu, þá þarf umhverfið að einkennast af svona samkennd og og það megi tala þetta. Er þetta fyrir börn til 18 ára aldurs? Smiðjurnar? Já. Við miðum við 5. Endurtaki spurningu. Smiðjurnar eru fyrir börn sem er allt frá 5 ára til 18 ára, en við erum samt alveg með aðeins yngri börn, þetta er ekkert alveg
mjög strangt. Það er svona, það er ekki alveg kannski svona... Við miðum við 18 ára, en 18 ára er samt svona í það elsta, upp á bara að hafa áhuga að taka þátt í leikum og leiklistin sem við erum í. En svo við stefnum að opna ungmennahópa þegar við fundum svolítið svona smá gatana þegar þau eru orðin of gömul til þess að taka þátt í smiðjunni en eru ekki orðin alveg fullorðin, þannig að við erum svona að vinna í því að mæta þeim hópi. Það sem við hefum gert og þau hefur gert úti er að við höfum stundum skipt barnahópnum í tvennt, þannig að eldri börnin fara svona sér og eru kannski að leysa ykkur verkefni sér og yngri krakkarnir saman, en við finnum það alveg svona frá 15 ára. 15-16, já. Þá kannski erum við meira að kalla eftir svona öðru meira bara samtali, svipað á foreldrahópurinn. Og út í Bretlandi eru þau með ungmennahópa, þar sem og þá eru ungmennin að mæta sjálf, ekki með foreldrum sínum, og bara svona umræðuhóp. Ungmenni þá að 18 eða? Já, þau eru með frá 15 ára til 20 ára, 22 ára. Yngsta sem hefur verið í spöðinni í okkur var 1,5 árs. En það er út af því að við erum með systkinahópur og það er ekki hægt að fá pössun eitthvað svoleiðis að þá er boðið upp á að barnið mæti þess vegna erum við með sjálfboðaliða og við erum að reyna að vera nógu mörg á staðnum til þess að geta gert foreldrum kleift að mæta. Já, fella alla þröskulda. Við erum með dót og það er sjálfboðaliði sem geta að leika við barnið og það er bara allir velkomnir. En ef það er ekki fleiri spurningar þá vil ég bara þakka kærlega fyrir okkur. Takk fyrir að hlusta. Takk kærlega.